Skammtafræði ein af meginstoðum nútíma eðlisfræði. Í skammtafræði fengist við heimins örsmáa, það er að segja rafeinda, róteinda og nifteinda sem mynda allt efni í heiminum. Í dag reynum við að hagnýta okkur skammtafræði til þess að smíða tölvur. Þegar við erum að tala þessar ofurtölvur, þessar skammtatölvur, hvað er þetta? Skammtatölvur bara ný tegund af tölvum sem byggja algjörlega á nýrri tækni heldur við þekkt frá hefðbundnum tölvum og byggja á skammtafræði. Skammtafræði er hlutur sem við byrjuðum að rannsaka eða Einstein rétt aldamótin byrjun 1900 en menn náðu svona áföngum 1920 koma út svona fyrstu rannsóknir þetta. Svo fara menn svona 1970 að horfa í það að þeir geti byggt tölvur byggðar á skammtatækni og svo núna á síðustu kannski 5 til 7 árum hafa svona stærstu tækni fyrirtæki heims eins og Google og IBM verið að setja miklu orku og peninga í því að þróa og búa til skammtatölvur. Skammtatölvur koma til með að breyta heilmiklu í bara svona reiknigetu. Þær munu geta reiknað svona í ákveðnum mengjum hluti sem að tækju hefðbundnar tölvur ár eða áratugi ef þeir myndu einhvern tíma að klára útreikningana. Þannig að þetta mun vantarlega bylta heilmiklu í því hvað við getum nýtt tölvur. Eins og þá eru skammtatölvur rauninni bara til í rannsóknarstofum eða hjá þessum stærstu tæknifyrirtækjum heims. Og ástæðan fyrir því að þær vinna til dæmis við 15 millikelvin hitastig sem er rétt fyrir ofan alkul. Til þess að halda þeim í því þá þarf alls konar sérhæfðan kælibúnað og annað. Þannig að við setjum þetta ekki inn í hvert annað fyrirtæki eins og staðan er í dag. Af hverju þarf að geyma þær við svona sérstakar og svona afgerandi aðstæður í svona miklu kulda? Tölvurnar, eins og ég segi, byggja á þessum skammtabitum. Það hefur verið að smíða tölvur sem kringum 50 skammtabita og skammtabitunum við útreikningana komið fyrir á svona hjúpi getum við kallað og hvers kyns aðstæður utanaðkomandi geta haft áhrif á þá staðsetningu bitana og þá áhrif á útreikninga tölvunar. Þannig að þær þurfa að vera við eins jafnt þetta lága hitastig og það er kannski stóra vandamálið eða svona hindurinn sem menn er að leysa núna, það er að fá svona stöðuleika í tölvurnar. Að útreikningarnar séu réttir og séu konsistent og séu ekki að lendi í truflunum frá þessum ytri aðstæðum. Hvar verður hægt að nota þetta? Hvar sjáum við þessa byltingu? Ég held að stóru tækifærin séu í til dæmis lyfjaþróun og hvers kyns líftækni. Þar munum við sjá örugglega að við séum að leysa bara verkefni sem við getum illa eða ekki gert með hefðbundnum tölvum í dag. Þetta verður örugglega nýtt á fjármálamörkuðum líka við útreikningar sem eru flóknir og viðamiklir í þeim heimi. Við einhvers konar bestun á flutningum og dreifing á matvælum og einhver svoleiðis hlutum. Þar gæti þetta komið líka þar sem við erum með flókin svona bestunarverkefni, má segja. En ég held að stærstu skrefin gætu verið til dæmis í lyfja og líftækni. Þar sem við getum farið í miklu meiri svona hermannir á því hvaða áhrif lyf getur haft á ákveðin genamengi og slíka hluti. Já, menn það má nota skammtatækni í gervigreind líka og við horfum náttúrulega endalaust á þróun í gervigreind og við erum alltaf að þjálfa gervigreindin okkar til þess að þjálfa sig meira sjálf. En ég held að það hafi ekki öll áhrifin á það hvort að tölvur taki völdin eða ekki. Nei, þetta er svo skemmtileg pæling. Hafa menn áhyggjur af því að það verði hægt að misnota þetta með einhverjum hætti? Já. Það fær rök fyrir því að margt af því sem við höfum smíðað af dulkóðunartækni sé hægt að leysa á mögulega mínútum með skammtatölvu. En það er svo sem unnið að því samhliða þessu að þróa kannski öryggisstaðla sem eru þannig uppbyggðir að það sé ekki hægt að leysa þá með skammtatölvu. Þetta mun hafa auðvitað rosalega áhrif á hvernig samfélögin þurfa að hugsa tölvur og hugsa að mennta fólk í þessum fræðum og annað í fimmtug. Þetta breytir miklu í því bara hvernig við horfum á hugbúnaða þróun og hvernig við skrifum forrit, hvernig við skrifum kóða. Því fyrst sem við bregðumst við því og verðum í stakk búin að taka við þessu, því betur búin erum við undir nýju tæknina. Þú getur í dag tengst skammtatölvu sem er bara rekin af IBM til dæmis og unnið og þróa og prófa hugbúnaðinnar. Og það er svona það sem myndi kannski snerta almenning. En tölvurnar verða sennilega fáar og staðsettar hjá einhverjum sem hafa og kunna með þær að fara. Og það er alveg rök fyrir því að hafa svona tölvur á Íslandi. Við erum með ódýra og hreina orku og það þarf heilmikið orku til þess að keyra og reka svona tölvur. Þannig að það eru heilmikil rök fyrir því að svona öflugar vélar séu staðsettar í Íslandi frekar mörgum öðrum stöðum í heiminum.